Komdu sæll og blessaður, kæri krabbi. Þá ætla ég að draga 3 spil fyrir þig úr þessum fallega stokki þar sem áherslan á kvenlega visku. Við skulum sjá hvaða spil vilja koma til þín í þetta sinn. Við byrjum á fortíðinni, það að segja, hvað getur fortíðin kennt þér? Þú færð þetta fallega spil sem heitir rómantík. Skemmtilegt að fá þetta spil. Ást og aðlöðun eitthvað sem að fortíðin getur kennt þér. Það að rómantík skipti máli. Ef til vill hefur rómantíkina vantað í líf þitt í fortíðinni, eða ef til vill hefur verið mjög duglegur að rækta rómantíkina í lífið þínu í fortíðinni. Hvoru tveggja getur kennt þér ýmislegt og það að rómantíkin skipti máli alveg augljóst hérna og kannski þarftu að vera meðvitaður það heldur en það hefur verið áður. Því að hún geti skipt máli fyrir einhvern annan í lífið þínu líka. Án þess að þú endilega sért að hugsa út í það. Ok, krabbi kær, þá það nútíðin. Hvert ættir þú að fókusa í nútíðinni? Þú ættir að fókusa á aga og agamál. Það að leggja sig fram og gera hlutina á ákveðin hátt, hafa rútínu. Það getur skipt mjög miklu máli varðandi ýmis svið í þínu lífi. Kannski þetta eitthvað sem þig skortir í dag og þess vegna verið að leggja áherslu á þetta núna. Að agi skilar þér árangri. Nú ég fann að tala eins og íþróttaþjálfari. Veit ekki alltaf hvaðan þetta kemur sem ég að segja hérna. Sýndu þér aga en sýndu þér líka mildi og ekki fara fram úr þolmörkunum þínum. Þetta getur verið líkamlegur agi, þetta getur verið svona huglægur agi. Þetta getur verið agi varðandi það að detta ekki niður í neikvæðar hugsanir. Margt sem kemur til greina, en einhver fókuspunktur sem mikilvægur fyrir þig. Svo það framtíðin og það hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Það sem þú þarft að vita, það að setja skýr mörk. Setja þér skýr mörk gagnvart öðrum. Setja skýr mörk varðandi sjálfa þig líka. Það að segja að setja þér sjálfum mörk, það eiginlega það sem ég ætlaði að segja. Hvernig leyfirðu öðrum að koma fram við þig? Hvernig leyfirðu sjálfu þér að koma fram við þig? Ertu agalaus? Agi og mörk fara yfirleitt hönd í hönd saman, þannig að þetta eru svolítið sterk skilaboð inn í framtíðina og framtíðin, eins og ég segi hérna alltaf, hún getur verið bara næsta vika eða næsti mánuður, ég ekki endilega að tala langt fram í tíman, en skýr mörk eitthvað sem að skiptir miklu máli. Markalaust fólk yfirleitt fólk sem líður ekki vel með sjálft sig. Markalaust fólk á það til að gera of mikið af öllu, tala of mikið, opna sig of mikið, gefa of mikið, leyfa of mikið og það endar oft með því að fólk tæmist.
Þannig að settu punktinn og strikið einhver staðar og hafðu þetta í huga, kæri krabbi. Þetta er mjög mikilvægt fyrir þig. Ok, spilin þín, förum aðeins yfir þau hérna. Það er rómantíkin, glampar kannski dálítið mikið á það hérna. Rómantíkin, ástin og allt það, agi eða sjálfsagi og síðan það mörkin. Þetta er allt eitthvað sem er uppi við núna og skiptir máli. Og hafðu þetta í huga, kæri krabbi. Gangið vel með þetta allt saman. Ljós og kærleikur.